Gaman að fá heimsókn. Takk fyrir Vinur. Hvað ef ég byrja kannski á að spyrja því að þú ert hérna í skónum? Já. Gigt. Já. Hvað er það að plaga? Já, það er búið að plaga mig nokkur ár núna. Ég greindist með psoriasis liðagigt. Og þá var ég búin að vera mjög slæmur, mjög lengi. Ég var að reyna að komast til læknis og það var aldrei hægt að fá tíma og svo var ég búin að fara til bækluna sérfræðings og það var teknar myndir og það sást ekkert á myndunum, þannig þá var bara sagt að maður var með stóðverki og hafi bara tognað hér og þar og ég genum ekki grein fyrir því hvar ég hefði getað tognað úr hverju af því ég gat nú ekki hreyft mig nánast aldrei út af þessu verkjum og svo var það þannig að það var einhver sem benti mér á að ég þetta að fara til gigtarsérfræðings og ég hringdi þess og ætlaði að hvort ég geti fengið tíma hjá sérfræðingi og þá var mér tjáð að ég geti fengið tíma eftir ár hjá gigtarsérfræðingi. Þannig ég spurði stelpuna hvort hún væri tilbúin ég myndi skera með lappirnar og koma með þér upp eftir og geyma þær meðan ég er að bíða og það nefnast það svolítið fyndið. Svo hringir hún í mig bara nokkru mínútu held ég bara eftir þetta símtal og segja við mig að það losnað tími á morgun sem að ég fór í og þá var ég svo heppinn að hitta náttúrulega einn af okkar allra bestu gigtarsérfræðingu hann Árni Geir Jónsson Mhm. og þannig að hann segir við mig að ég sé með massívan psoriasis liðasjúkdóm því að þá var allt höfulegir á mér og það var allt í sárum. Gerði mig ekki grein fyrir það sást ekki mikið á líkamann en ég var með sár hér og það sem ég gerði mig ekkert grein fyrir. Ég held að kannski þetta væri bara því að maður er að eldast og svona og færi eitthvað svona. Þannig ég tengdi ekki við þetta. Hvað er psoriasislið? Er þetta þá bara einhvers konar sjálfsofnæmis? Já, og þá þetta ráðast á líffæri og svona Já. Og hvað er þetta að gera í þessu? Taka lyf? Já, ég þarf að taka krabbameinslyf sem að heiti Metatress held ég færi rétt með og ég þarf að taka það einu sinni í viku og það er náttúrulega það sem að það gerir fyrir mig, það tekur ekki verkina af því ég er svolítið að plaga verkjum alltaf og er að reyna allt sem ég get til þess að reyna að vinna út úr því eins og ég mögulega get en lyfin hjálpa mér að vera nánast bólgulaus þannig ég er ekki að fá mikið af vatni í liðin núna eins og ég var alltaf að fá alls staðar og hnén og allt saman þetta var svakalegt þannig já, þetta er eitt af því. Hver er lykillinn að því að halda æðruleysi þegar maður er að díla við eitthvað svona hluti það sem maður myndi vilja að því þú slær með alltaf sem æðrulegs náungi Já. og alltaf þegar maður hitti þá gerir þau þitt besta til þess að láta umhverfinu líða vel og koma vel fram við fólk Já, það kann verið, ég held að ég hef nú sem betur fyrr ég held að ég er eiginlega bara aldrei upp á kanti nokkuð mann og ég reyna að lifa í sátt og samlyndi bara við Guð og menn og ég er löngu búin að gera mig grein fyrir því að það lagast ekkert hjá mér með því að vera leiðilegur við aðra það er bara svoleiðis þannig ég nenni ekkert að standa í því ég verð bara eins og aðrir ég taka á mínum vandamálum eins og aðrir og ég ber ábyrgð á mér og ég þarf að bera ábyrgð á mér svo ég geti borið ábyrgð á hjónabandi mínu, borið ábyrgð á dóttur minni og það sem skiptir mig máli í dag. Þannig ég er að vinna í því og svo náttúrulega höfum við náttúrulega rætt að ég hef náttúrulega búin að vera frá því að barn náttúrulega mjög kvíðin Þetta er þá að díla við það? Já, það er ennþá Fer ekki neitt? Það fer ekki neitt, ekki kvíði fyrir neina einhverju sérstöku, það bara hellist í mig, þetta er eitthvað svona efnaskipta truflun í líkamanum á mér sem gerir það verkum að ég treysti mér ekki út í appil eða gera eitthvað. Já, ég tengi við þetta ég var náttúrulega greindur með kvíðaröskunan á sínu tíma og hefur nú gengið vel að kom punktur sem ég náði að breyta lífi mínu talsvert mikið og einmitt og
ég varð á einhverjum punktum miklu betri bara að setja mig í aðstæðuna, sko, svona félagslegar aðstæður og einmitt núna þegar ég fór á Kali og tónleikana hérna fyrir norðan, þá hugsaði ég einmitt, sko, þegar það er svona rosa mikið kráta fólki, eitt af, eða svona, þú veist, það er ekkert endilega eins og ég sé með einhverja klaustrofóbíu eða svoleiðis, en samt ég fattaði að svona vanalega vil ég alltaf vera í aðrunum, þannig að ég útgönguleið, sko. Já. Það er svona, og þá hugsaði ég, ok, þannig að ég gerði mér far það, við vorum 3 saman að fórum alveg innst inn í nálægt sviðinu og þegar að fólk fór að þjappast, sko, þá fer ég alltaf inn í hausinn og shit, ég kemst ekki burt. Sko. Já, ég þekki þetta þegar ég fer í bíó, þá verð ég helst að vera efst uppi við útidyrnar. Þannig að það er ekki mjög vinsælt hjá fólki sem er að fara með mér í bíó, en ég þekki þetta alveg og þetta er náttúrulega, þetta er sko, ég held til dæmis að því að ég byrjaði að finna fyrir þessu svo óbóðslega ungur, ég er bara barn, sko. Og ég held að það, ég sé svolítið að líða fyrir það í dag að hafa ekki fengið nægilega mikla hjálp, læknishjálp á þeim tíma því að fólk skildi ekki hvað þetta var og það var alltaf, sko, maður gerði eitthvað og maður hagaði sér kannski öðruvísi af því manni leið illa, sko. Og þá var maður tekið sér stíku sem var eitthvað sem villingur og það verður ekkert úr þér og allt þetta, sko. En sem barn þegar maður upplifir svona vanlíðana þá einhvern veginn, sko, 6 ára gamall og þá er maður samt einhvern veginn orðið svolítið fullur, sko, þá er maður að fatta, herra, byrju, mér líður svona, það er eitthvað að hjá mér, sko. Og svo kannski myndi ég segja það sem hafi kannski hjálpað mér mest, það var að ég bjó í hverfi í Breiðholti, í Efri Breiðholtinu og þar voru bara allir vinir. Og það var óbáslega mikill heimagangur þetta hjá mér og svo hjá vinu hann hafa svona verið að skiptast á að vera hér og þar. Og það sem að bjarga mér voru þessi félaga mínir í Breiðholtinu að því að ég treysti að mér leið vel í kringu þá. Og ég man að því ég var að reyna kannski að segja að mér liði svo til svona og þá fann ég að það var svona hlýhugur í minn garð. Það ég kannski að því ég var að viðurkenna eitthvað sem þá langaði kannski að viðurkenna sjálfum. Að það var eitthvað svona hjá þeim sem að kannski, en þeir gerðu það ekki, sko. Ég man ekki eftir því, sko. En þetta var svona, veist, áhugavert og svo náttúrulega fer maður, sko, með þetta óunnið inn í unglinga aldurinn og svo fullorðinsaldurinn, sko. Og þannig að, veist, maður hefur þetta verið að eiga við þetta og, veist, það er bara þannig og ég... Er þetta ekki grunninn, sko, er áhugavert að því vorum að tala um þetta með að hérna, svo tala með bíóið. Grunninn hluta kvíða er að þurfa að vera við stjórn. Að mann er líð eins og maður, sko, það byrjar eitthvað að gerast í líkamannum þegar mann er líður eins og maður sé ekki við stjórn. Já, en það er bara það sem að ég upplifið þetta ekki beint þannig að það sem er kannski ef ég á mér er það að þegar ég líður svona að þá er ég bara að reyna að koma mér út úr aðstæðunum með því að reyna að vera eins rólegur í mögulega get. Stundum bara næði ekki, sko. Ertu búin að læra eitthvað tricks í gegnum tíðina, þú veist, eitthvað öndunaræfingar eða eitthvað sem að hjálpar þér að... Ég hef alltaf bara verið með góða öndun, sko. Það hefur ekkert, sko... Það sem er náttúrulega líka við þetta hjá mér er svona þessar líkamlegu einkenni. Þetta er hjartað og sviti og máttleysi og svona. Og svo náttúrulega það sem er annað í þessu, þetta er svo mikil átök sko, þegar þetta líður hjá, þá verð ég svo þreyttur. Það er bara eins og ég sé búin að vera að taka á því líkamsræktinni sko, í 2 klukkutíma. Sko. Já, meinarðu ef þú fær kvíðakast? Já. Og það er og þetta er bara vandamál hjá mér, þetta er bara svo oft. Hvernig er hérna, þú veist, að þið núst að fara eftir 2 daga til Kólumbíu, hvernig er það einmitt, sko, að því eitt held ég sem að fólk sem er að díla við kvíða, það oft hérna, á með að ferðast, og ef það ferðast þá vil ekki vera að ferðast þú langt, sko. Já, ég á náttúrulega það konunum minn að þakka, vegna þess að, veist, þegar ég var kannski að fara heim, vorum að kynnast, ég var að fara heimsækjana, það kom hún og sótti mig. Hvernig þá? Já, menn það kom hún bara flögum til Íslands til að koma með. Til að geta flogið með þér? Já. Áttirðu svona erfitt með þetta? Já. Svo er einhvern veginn þannig að þegar ég er svo að
byrjar að gera þetta fram og tilbaka alltaf með henni. Þannig að það var alveg risa skref fyrir mig þegar mér tókst að vera einn í flugvél. Það leiði bara eins og litlu barni sem hefði bara, upplifið eitthvað ótrúlegt, sko. Þannig að þetta var svolítið magnað. En nú er ég að fljúga með dóttir minni, þannig að það er svona þessi ábyrgð að ég er náttúrulega að verða, standa með því og þannig ég svona að því líka að maður þekkir leiðina, maður veit hvert maður að fara, hvernig byggingin er sem maður mæta mann, þannig svona maður undirbýr sig svolítið svona í hugunum fyrir þetta. En það kemur líka að því þú segist að fara með dóttuðinu og þá kikkar inn einhver ábyrgðatilfinning. Jú. Það er besta leiðin til þess að þegar maður að díla við sjálfa sig. Já. Að þá er oft mjög gott að, ef þú þarft að taka ábyrgð okkur öðrum, eða hugsa aðra, þá hjálpar það þér að fara út úr sjálfu þess. Já, ég meina, ég hef alltaf sagt, besta sem komið fyrir mig er bara fjölskylda mín, og það geta verið hjá eiga fjölskyldu, eiga góða konu og við eigum þessu yndislega dóttur sem er bara vegna mjög vel og líður vel. Það er náttúrulega eitthvað besta gjöf sem maður getur fengið og maður er að reyna svolítið að halda í það. Og ég líka að passa það svona að hún sé ekki að sjá mig í einhverju svona aðstæðum eða í svona einhverju vanlíðan, þannig ég reyni að einblína eins og ég mögulega get. En þegar maður er með svona, þetta er eitthvað skonar efnaskipti á truflanir sem eiga sér stað, og efnaskiptin þau hafa ekkert með rökhugsun að gera. Það er bara, þetta er sjúklegt hjá mér, Þannig ég þarf að númer 1 og 3 að halda mig rólegum í þessum aðstæðum. Svo líður það hjá skilur léttir og ok, nú líður mér betur en samt nú er ég þreyttur að halda mig vakandi. Ég er að fara með dóttir mína eða er að fljúga með dóttir eða ég er að fara með dóttir mín í húsdýragarðinn, aðalatri hjá mér bara að hlúa dóttir minni og koma og líka reyna að koma í veg fyrir það sem að með brásvöldið er að ég er farin að átta mig á því að dóttir mín er með svona ákveðna svona tendessa fyrir þessu. Og þá finnst mér það mjög mikið ábyrgð hjá mér að ég verð að reyna að tala hana til núna það að ok, það er hægt að hafa alls konar tilfinningur og það er fullt af fólki sem hefur kvíð maður það bara muna að þetta er ekkert eitthvað sem er hættulegt og maður þarf bara að vera rólegur og ég finn það hvað þetta hefur hjálpað henni af því að ég er að tala hana til í þessu. Þannig að það er alls konar nettulega, hún er náttúrulega 9 ára gömul og það er alls konar spurningar sem vakna og hún er ofbóðslega forvitin og það er alveg ég og mamma er að tala eitthvað sem er að gerast og þá er alveg hún komin inn í það leið og ef hún heyri fréttir og svona, þannig hún er mjög viðkvæm. Þannig að maður svona er að reyna að hafa jákvæðar, að hafa daginn en að minnstakosti jákvæðan í 95% tilvika. Það er rosalega mikið atriði, En það er kannski einmitt kosturinn við, einmitt og eins og núna bara þegar við erum 2 fullvarsta karlmenn að tala þessa hluti. Kosturinn við þessa tíma, þegar ég var fyrst einhvern veginn, það hefur verið kringu 20, þegar ég fór í fyrsta skipti í eitthvað svona djúpa lægð og svo kvíðakast og eitthvað. Þá var ekkert mikið, núna getur fólk nálgast efnið þar sem jafnvel einhver sem þú lítur upp til er að deila reynslu sinni af einhverju sem þú ert að ganga í gegnum og að því þú nefnir þetta eins og með dóttuðina og efnaskiptina, ég mitt kveikt á því einhvern tíðan fyrir ekki svo löngu að mamma minnar var svo mikil kvíðasjúklingur að hún fór ekki út úr hús í mörg ár og mamma pappa minns líka þá hugsa maður einmitt bara í gegnum bæði umhverfið og DNA-ið að þá hefur maður fengið eitthvað með móðumjólkinni. Þetta er það sem ég er að díla við líka. Þannig að ég hlýt að vera masochisti að því ég reyna að gera allt til að koma í veg fyrir það að ég loki minni. Mér langar helst til að loka minni. En ég veit ekki, get ekki gert það. Get ekki gert sjálf. Það er ekki laust. Nei, það er ekki laust. En enga síður, þá er samt þetta er líka svona í minni fjölskyldu. Þannig að þetta er ekki einhver ánskoti því miður þannig að það er bara þannig að það er ekki alltaf þannig að fólk hafi kvíða að því að það hefur átt við einhvers konar erfiðleikastríð, það getur hver sem er með þetta og þetta er vondur sjúkdómur
Og líka einhvern veginn, ég veit ekki, að því hún nefnir þetta með dóttuðin og segir hún sé viðkvæm, sko, þá hugsa maður við búum ennþá í samfélagi og kerfi þar sem svona það sem maður getur kallað svona monokúltúr, að allir eiga að vera alveg eins. Já. Og ef þú fittar ekki inn í einhver box, að þá eitthvað að þér, í staðin fyrir að sko, það bara ekkert eðlilegt við að við séum öll að fitta inn í eitthvað box og við eigum öll að vera alveg eins. Hvort sem að það er menntakerfið eða mæta á einhverja skrifstofu til 9-5, sko, veist, ég held að maður sé í raun og veru næstu óeðlilegur ef maður myndi fitta inn í öll þessu box, sko. Já, en svo bara ekki tíni, þetta bara allt svona hugafóstur í mannin. Þetta bara þannig að við drögum að okkur andan sama súrefninu og við erum undir sama himni og við erum undir sömu lögmálum jarðarinnar og sköpunarinnar. Þannig að við getum kalla hvað sem við getum hort á, veist, þegar einhver segir hvað gerir þú, ég er forstjóri hjá einhverju risafyrirtæki og skilur þannig að veist, við erum svolítið að rugla okkur í rýminu þarna. Það er eitt að sinna einhverju starfi, svo þú ert að því að við þurfum að vinna, við þurfum að afla tekna til þess að geta sé fyrir okkur og sjá fjölskyldun okkar og annað og svo kannski til þess að geta farið í einhver frí með fjölskyldunni og annað. Ég meina þetta snýst það að við getum ekki lifað nema að fá fjármagn. Það er búið að koma þannig kerfi á í heiminum að við getum ekki gert neitt nema að vera með peninga. Það minnsta kosti, þú getur ekki farið og borða nema að borga fyrir það, skilur. Þannig að þetta er mjög áhugavert að segja, sko, það að ég með að setja eitthvað í eitthvað svona hólf eða eitthvað box eða eitthvað ég er svona eða hins einn, við erum bara allir eins, sko, það er allir botnin hvort. Algjörlega, sko, og ég held að við séum nú svona, við höfum nú svona rætt það áður, sko, þú veist, ég held að séum að fara inn í tíma þar sem að það er verið að þrönga okkur inn í meiri samkennd. Þú veist, einhvern veginn og hluta því sem erfiðleikar, ég menna, getur þú ekki votta fyrir það að þegar maður fer sjálfur í gegnum erfiðleika, hvort sem það er kvíði eitthvað annað, hjálpa manni að fá meiri samkennd fyrir öðru fólki? Jú, það er náttúrulega, sko, málið það er reynslan, hún kennir okkur að sko, reynslan er þannig í eðli sínu að hún á að hafa jákvæð áhrif á okkur á tílitunum til að við eigum að þroskast og skilja aðra. Maður raun og veru getur aldrei sett sig í spor annar. En þú getur verið vinsamlegur og þú getur verið vingjarnlegur og þú getur spurt viðkomandi hvað er eitthvað sem ég get gert til þess að þér líði betur eða getur við talað saman og eða maður hlusti. En maður getur aldrei sett sig í spor eins nema að hafa reynda sjálfur. Það er rosalega mikið atriði. Þannig að maður getur aldrei sagt alveg sama hversu lítið maður finnst það vera, þá getur maður aldrei gagnrýnda ef einhver upplifir það óþægilegt. Algjörlega, ég var nýbúin að setja í loftið þetta viðtal við hann Árna Björn sem á langveika dóttur og hann mitt sagði, sko, þú veist, það er alveg sama hvað fólk reynir að skilja það að eiga langveikt barn. Þú getur ekki skilið það fullu nema að lifa það. Nei. Þannig að þú veist eins og hann sagði, þegar ég hitti aðra sem eiga langveikt barn, þá er eitthvað svona, við finnum alveg, við skiljum, sko. Já, það er eðlilegt en það er ekki þar með sagt að maður get ekki borið virðingu fyrir því og maður getur þá reynt eftir fremsta megni að vera viðkomandi til staðar á einhvern hátt sem maður skilur. Þetta er eins og bara sko, nú les bróður minn í fyrra og ég hafði aldrei mist svona nákomin ekki nema þegar sonur hans deyr í bílslysi og þá fór að hallandi á fæti hjá bróður minn, svo deyr hann og þá gat ég sett mig í spor vina minn sem hafði mist 3 bræður sína. Skilur þannig að það er sárt og erfitt. En þegar að bróður minn var á lífi og maður kannski hugsa hvernig þetta væri, hvernig myndi maður taka á því ef eitthvað myndi deyja, að þá gat maður í raun og veru ekki hugsaða til enda eða verið í þeim aðstæðum að því maður þekkti það ekki. En nú þekki maður það og veit hvernig það er og það er svolítið misjafnt hvernig viðkomandi bregst við því. Eins og í tilfelli bróður minns að þá svona gat þetta alveg gerst að endunum og maður áttaði sig á því, sko. En
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.